En hvernig eins og með í byrjun, þú veist, eins og maður veit að mjög þekkt í þessum frumkvöla heima að allir halda að fyrirtæki sitt sé meira virði heldur en það í raun og veru. Já, sumir mér að halda stundum að það sé minna virði eins og ég var nefna á þann í byrjun, sko. Ég held að það það algengt, eða? Ég held, það þú veist, ef maður til dæmis með nýtt fyrirtæki og þú ert ekki með neina tekjur og með engar vörur og svo allt inn, já, þetta 100 milljóna virði, veist, það pínu skrítið, sko. En það það samt, ef að þú ert búin að ákveða að fara að vinna í einhverju baki brotnu 24/7, að þá það bara töluvert mikils virði, sko. Hekla Arnardóttir, velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Þú ert sem sagt stofnandi eða meðstofnandi Crowberry Capital. En hvar svona byrjar viðskiptaferlin hjá þér áður ferð og stofnar þetta félag? Já, viðskiptaferlin maður fer alveg aftur, sko. Ég veit ekki hvað þú vilt fara langt aftur. Hvað ég lærði eða... Já, það væri kannski fínt að koma staðins inn á það. Það tengist náttúrulega allt saman. Nákvæmlega, ég fór endar í Verslunarskólann sem náttúrulega viðskipta menntaskóli. En svo fór ég í vélaverkfræði með Háskóla Íslands. Já. Og það var svona pínu praktist, svona kannski hugsun á bak við það. Það gæti verið gott að hafa svoleiðis gráðu, sko. Og ég var svo mikið rosalegur svona áhuga manneskja vélar eða eitthvað þannig, en maður hafi séð alveg að fólk svona gat nýtt þetta líka í ýmis verkefni, sko. Þetta nám. Hvað það sem að dróð svona áhuga þinn að þessu námi? Það voru reyndar 2 svo flottar fyrirmyndir hjá mér sem að Ragnhildur Geirs og Kristín Friðgeirs sem þær höfðu verið að vinna með mér í mörkinni, gróðrastöðinni Mörk, og maður hafði svona séð þær og þær fóru þessa leið og svona ég sagði þetta getur verið ágætis leið, sko, fyrir mig. Þannig að ég gerði þetta. Ég var reyndar með efasemdir svona framanna hvað ég ætlaði að læra. Ég fór fyrst og skráði mig í jarðfræði að ég hafði ekki lært það í Versló og síðan fór ég og skráði mig í lyfjafræði. Já. Svo hugsaði ég ætla að fara bara í verkfræðina. Þannig að, og svo í rauninni langaði mér svolítið mikið líka bara til að spila á fiðluna. Já, á þessum tíma. Já, þannig að ég var svona mjög mikið á mörgum áttum hann á þessum tíma. En svo var ég bara mjög ánægð með námið og það sem að ég rauninni gerðist þar á öðru árið, eftir annað árið, að þá kom svona auglýsing frá Össuri, svona starfsnámsauglýsing, sumarstarfsauglýsing og ég sótti það og fékk það starf. Ok, hvað við förum aðeins og tölum aðeins námi, hvað var þetta mörg ár? Þetta var 4 ára nám sem ég tók og núna þetta náttúrulega 3 ára nám og svo tekur fólk master, en ég endaði bara á því að taka 4 ára námið. Að svo í framhaldinu af þessu að hafa unni sumarvinnu hjá Össuri sem ég fekk að vera að hanna vörur og svona, að þá fór ég í rauninni sko í fullt starf sem prófunarstjóri hjá Össuri. Já, hjá Össur. Já. Hvaða ár þetta? Þetta var alveg 97 ef ég mann rétt sem ég byrjaði þarna. Og svo útskrifaðist ég 99 og ég vann með þessa verkefni í lokaverkefni við háskólan hjá Össuri og vannaðist með skólanum og svona. Þannig að það var mjög skemmtilegt að kynnast Össuri að því það var svona vöru fyrirtæki, þú voru að framleiða og hanna hátækni vörur fyrir heilbrigðisgeirann. Já, væntanlega ekki orðið en stórt og það í dag. Það var bara mjög lítið, það voru svona 50 manns að vinna hjá Össuri og þetta var ein vara sem var sílikonhulsin sem Össur Kristinsson fann upp sjálfur af því að hann var sko stóttekjafræðingur og hafði komist að því að fólk var oft með sár þegar þurfti að setja á sig gervifót og hann vildi búa til svona millilag sem væri sniðugt og það var sílikon efnið sem hann notaði það, svona sokkur sem þú rúllaðir á fótinn eða stúfinn sem það kallað. Einmitt. Og hvað varst að vinna þarna í mörg ár? Ég var að vinna hjá Össuri í 10 ár. Já. Mjög lengi. Mjög lengi. Og fékk að prófa ýmislegt. Og fyrst var ég í þróunardeildinni og var prófunarstjóri. Já. Sem var mjög skemmtileg starfa því að ég svona átti eftir að fatta það þegar leið á sko. Í upphafi hélt ég að prófunarstjóri gengi bara út á að prófa því ég kom náttúrulega vélaverkfræði. Það sé að prófa svona mekkanist vörurnar, fara með þær í svona tókþólstæki upp á það sem þá hét iðntæknistofnun en núna, nýsköpuna miðstöð eða, nei það heitir eitthvað allt annað í dag en allavega þá sem sagt vorum við að prófa gervifætur og athuga hvort það væri nógu sterkir og öruggir fyrir notendur. Já, hvernig fóru svona prófanir fram? Já, við sem sagt þá voru gerðar svona þreytuprófanir sem voru að láta fótinn
hreyfast í 3 milljón skref, það var mjög gagnlegt og svo voru svona stresspróf þar sem þú lest próf, bara settir eins mikið kraft á fótinn og gast þangað til hann sprakka eða brotnaði og svo gerðu alls konar aðra prófanir, það þurfti að prófa þú í þvottavél, eins og hulsurnar og svona og bara hönnuðum bara nýjar prófanir til þess að þetta væri nú alltaf alveg örugglega æðislega gott og örugt. Já, einmitt. Ég man að ég var að nota staðal sem hét ISO 10338, nú er ég komin alveg bakk hérna og það var mjög fyndið og já, hann var sem sagt bara það sem hafði svona forskrift að því, hvað maður þyrfti að prófa og síðan, ég man að ég ákvað bara bæta svona 20% ofan á þann staðal til þetta væri nú alveg örugt. Já. Svo það væri ekkert vesen og fólk væri nú ekki að detta út af því einhver fótur brotnaði. En svo var hin hliðin á prófununum sem var sem sagt, að prófa með kúnanum og það fannst mér mjög áhugavert og skemmtilegt og þá var ég að búið til að skonar spurningalista og ræða við þá sem er að setja gervifótinn á sem sagt, sjúklinga eða notendur sem er stóðtækjafræðingar og sem sagt, tala við notendur hvernig væri að nota þessa ákveðnu vöru. Þannig að þegar ný var að vera til þá var maður í samskiptum við fólk út allan heim sem var að prófa vörurnar fyrir fyrirtæki. Já, svona einhver svona notanda prófun. Já, og það er svolítið gaman að því að í dag er náttúrulega, þegar maður er að vinna meira með hugbúnað fyrirtækjum, þá svona tengjum maður kannski meira við þannig gerðir af prófunum. Einmitt. En hvað, þú ert þannig í 10 ár og hvað er það svo sem að tekur við þannig að frá 1997 til 2007? Já, þetta var svolítið skemmtilega, þetta var reyndar, kannski aðeins lengri það. Síðan þegar ég var búin að vera hérna í þróunadeildinni í svona 5 ár sennilega, eða meira, ég man ekki lengur. En allavega, þá sem sagt fékk ég það tækifæri á samt manninu mínum að fara til Kína. Já. Og við vorum bara send þangað að leita bara, skoða hvað var í gangi í Kína og við byrjum á því að fara til Hong Kong og sáum fljóta okkur langaði til að setja eitthvað upp í Shanghai og svo fengum við sem sagt sameinuðust við líka, við komum svolítið úr þróunadeildinni, svo ákvað söludeildi líka setja meira áherslu á Kína markað og við sem sagt byggðum upp þarna svona útibú í Shanghai. Já. Hvað var það svona þá helsta sem voru að leitast eftir þann úti? Sko, við vorum alltaf, á þessu tíma vorum við, að því við komum þróunadeildinni, þá vorum við svolítið að skoða bara þróunar talent eða bara fólk sem til að vinna í þróunadeild og svo líka byggjum svona sölu stuðningsbatteri bara fyrir alla Asíu. Já. Og svo var líka náttúrulega heilmikil framleiðsla þarna og við vorum kannski ekki beint mikið að sinna því verkefni en það komu þarna margir úr framleiðslu til líka svona droppuð við þarna á skrifstofunni og svona. Já. En við byggðum bara mjög svona flotta skrifstofu þarna og réðum fullt af góðu fólki og margir starfa ennþá hjá Össuri. Já, ok. Þannig að það var bara frábær tími. Stórt útibú þarna? Já, það var svona alveg ágætlega stórt, svo kannski minkaði aðeins, það breyttist svolítið forsendur þarna þegar fjármálahrunið kom. Já. Og þá svona, þá var ákveðið að vera ekki lengur eða eftir það ekki lengur með þróunadeild. Þannig að það var ekki alveg, þetta var náttúrulega voða langt í burtu og kannski svona aðalteimin voru á Íslandi og í Bandaríkjunum. Þannig að þetta var svona kannski óþarf að vera með 3. teimi þannig lengst út í Asíu sko. Þannig að það er annað tími og tímabelti og svona gastundi við. Svolítið annar heimur. Já, nákvæmlega. Manstu eftir hvað þú hugsaðir að þú fórst fyrst út til Kína komandi frá litla Íslandi? Já, ég hugsaði bara, ég man að mér langaði að vera rosalega opinn fyrir kínverskri menningu og ekki vera að gagnrýna eða svona setja út á þó að það var svolítið algengt náttúrulega, bæði kannski, bara mjög algengt í fjölmiðlum að tala svona niður Kína og kínverska menningu á þessum tíma, þannig að maður svona heyrði ofta eitthvað svona neikvætt. En ég hugsaði svona, ég ætla að vera opinn, ég veit að það eru svolítið svona þunglamaleg stjórnvöld þarna, en það er samt örugglega margt gott að gerast þarna líka. Já. Og það var kannski það sem ég lærði, sko. Það voru frábært fólk þarna, rosalega fallið svona fjölskyldugildi, fólk hugsa rosalega vel börnin sín og líka foreldra sína og vill sinna einhvern veginn fólkinu í kringu sig vel og mér tengdi við það svona eins og kannski við gerum svolítið á Íslandi, við hugsum vel alla fjölskylduna og erum mjög oft í góðu sambandi við fjölskylduna út ævina. Já, einmitt. Og meðan kannski sum samfélög er svona aðeins kuldalegri hvað það varðar og börnin fara bara í burtu og
skilja svolítið foreldrarna bara eftir. Já. Þannig að þetta kannski bara það sem ég finnst, en ég veist að allavega vera fallegildi, sko. Einmitt. Ég veit að fólk var að vinna út allt í Kína en það fór til dæmis alltaf heim í 2 ári í viku frí og fór það alltaf heim í sveitina og hitti foreldra og fjölskyldu. Þannig. En þú varst hvað mest út í Shanghai? Já. Það var rosa gaman í Hong Kong en mér fannst samt ennþá skemmtilegri í Shanghai. Já, hvað var það svona sem að dróði að Shanghai? Já, það svona, þú veist, þegar ég var í Hong Kong til dæmis, við vorum með börnin okkar hérna úti, þannig að við þurftum að svona leysa það mál og mamma kom með mér hérna fyrst og var að passa börnin og svona, svo kom önnur hérna au pair frá Íslandi og var að passa aðeins börnin, þannig að því að kerfið í Hong Kong var þannig að þú varst með konur frá Filippseyjum og þær voru svona nánast bara þrælað út af hana. Mér fannst þetta bara ekki vera æðislegt. Komandi frá Íslandi þá vill maður svolítið hafa svona, maður svolítið, já, þó maður sé kapitalisti í starfinu, sem heitir núna, þá maður svona smá sósíalisti líka, sko. Þannig að mér fannst þarna, já, þær unnu, sko, 6 daga vikunar, bara frá mótni til kvölds og vorum ekkert frelsi, þá vorum 1 frídag á sunnudögum en þegar maður kom til Kína, þá til dæmis var þetta allt öðruvísi, þá erum við bara með 8 tíma vinnudag, 5 daga vikunar og það voru svona mjögast að konuna að vera sjálfstæðari og maður svona, já. Meira frelsi þar. Já, einmitt. Og það bara, já, ég get unnið helgina, þá bara aukavinna og bara fínt, sko. Já, einmitt. En hvenær komið þið svo aftur til Íslands? Já, svo eftir hruni, þá bara fannst okkur alveg gott að fara tilbaka aftur. Já. Það var svona, maður sá ekki alveg fyrir sér að svona vera þarna, til virkilega langstíma. Við vorum hann í 3,5 ár, þannig að ég voru búin að fá rosa mikið út úr þessu og krakkarnir voru svona, þeir voru nú bara 3 og 6 ára þegar við fórum út og 5 og 9 þegar við komum tilbaka og svo eignaðist ég dóttur mína út í Kína. Já, það hefur verið upplifun. Það var bara mjög gaman, sko. Það gekk allt rosa vel, en ég var reyndar á svona, ég var ekki á svona amerískum spítala, ég var á svona fínum samt kínverskum spítala. Já. Og það var alveg bara mjög fínt, sko. Já, það var ekki stressandi eða? Nei, ég var alveg örugg með þetta. Ég var búin að eignast 2 börn áður og ég hugsaði, þetta verður allt í lagi. Já, einmitt. Þannig að ég hugsaði bara, já, þetta verður fínt. Það var samt smá pirrandi, ef við erum að fara út í svona dítela læknirinn, hann var svona, já, hann var svolítið svona Hong Kong kínveri og var svona, mér fannst það ekki alveg svona, ég náði ekki alveg að tengja við hann, ég þurfti aðeins að róa mig. Já, einmitt. Það er svona annað en ljósmaðurnir hérna í Íslandi sem að bara einhvern veginn nær sambandi við. Já, það er svo góðu vön hérna heima. Já, nákvæmlega. En þið voru sem sagt annað úti þegar hruni skellur á hérna heima. Einmitt. Já. Það var alveg smá pakki, sko. Þá fekk ég fyrst svona upplifið það að vera með svona þráhyggju fyrir fjölmiðlum. Það er alltaf að opna alla fjölmiðlana og alltaf hvað er að gerast og hvað er að gerast. Já. Þetta er mjög skrítið, sko. Og það líka, bara gengið fór í algjört rugl og þú veist, það varð allt fáránlega dýrt, sko, og það var svakalegt ástand, sko. Var það ekki, fannst þér ekki svona verandi úti að var svona smá óvissa að vera þar heldur en að vera hérna heima? Jú, ég var samt ekki þannig hrædd, sko, en þetta var alveg svona smá Titanic moment, sko, við vorum í dinner á rosa flottum veitingastaf með fólki frá utanríkis þjónustunni að því það að vera að skipuleggja stóru sýninguna, heimsýninguna og það voru þvílíkar, byrjun kvöldsins þá voru stórar hugmyndir hvernig básinn á Íslandi er þið flottastur og bestur og allt stórkostlegt svo þetta kvöld að það byrjuði símandir svolítið að pípa og svo pípaði meira og meira og meira og við enduðum á því sem að fara bara út á svalir og Gunnar Snorri leiddi þar söng bara Ísland öðrum skorið. Já. Það var svona Titanic moment. Já. Það var mjög skemmtilegt. Þetta var svona dálítið fyndið. Það hefur verið svolítið sérstakt. Já. Þetta endaðum fór nú ágætlega og sumir hafi orðið svolítið reiðir hérna í hruninu. Já, þetta fór betur heldur en á horfðist allan. Já, það var svolítið svona, maður heyrði þessar fréttir kannski fáum við ekki lyf til Ísland og eitthvað svona. Já. En ég hugsa alltaf þegar ég var í Kína, þetta er náttúrulega svolítið ólíkt okkur, að þú veist, við til dæmis vorum aldrei ferðumst mikið Asíu, sko, en við vorum alltaf annað okkar var heima með krökkunum, sko. Já. Þannig að við skildum þau ekki eftir ein í landinu, sko. En þú veist, þegar stjórnvöld eru svona,
hvað segir maður, valdamikil og þá getur stundu kannski bara eitthvað lokast eða, maður veit ekki. Veist aldrei hvað gerist. Já, þannig að maður svona, ekki það, þetta var allt mjög opið á þessum tíma og mikið af streymi frá útlöndum til Kína. Já, en svo þegar komið heim, hvenær það? Hvaða árið það? Það var eftir hrunið? 2009. Sumarið, þá komum við heim og þá einmitt fór ég aftur í Össur og ætlaði að fara að vinna þar svo bara langaði mig svolítið að prófa eitthvað nýtt og svo var ég líka svona þurfti ég bara aðeins svona tíma til að svona aðeins að lenda á landinu með nýtt barn og svona strákarnir í skólanum og svona þannig að ég bara ákvað að taka mér smá frí frá Össuri og tók bara smá tíma þar sem ég var bara svona að hugsa og gera skemmtilega aukaverkefni til að mér sé svo, það var búið að halda þjóðfundin stóra flotta sem allir voru teknir inn í hann randomly til þess að taka þátt í umræðunum Ísland og niðurstaðan á þeir fundi var að menntamálinu væru stóra mikið mál og við þurftum að bæta þau og þannig að við nokkrir saman héldum svolítið skemmtilegan fund, bara mentamál, svona framhaldsfund af þjóðfundinum. Það var eitt aukaverkefni sem ég var með. Já. Svo var ég með svona först Lego-lík hóp í Hafnarfirði, í Lækjaskóla líka, það var mjög skemmtilegt það hafði ekki gert það í þeim skóla þannig að ég setti það upp í Lækjaskóla og það var rosa skemmtilegt þá eru krakkar að læra að forrita og leysa svona þrautir og stór verkefni, svona heimsins verkefni þannig að það var mjög skemmtilegt og ég var með fullt af krökkum í Lækjaskóla. Já, þetta var eftir að vera aðeins öðruvísi. Verkefni varst vörn að vera að vinna eins og út í Kína. Já, þetta var svolítið svona, en mjög gaman, ég hafði mikið áhuga á þessu og svona líka hvað krakkar væri að gera eftir skóla, svona uppbyggilegt og áhugavert. Eitthvað skapandi. Já, eitthvað skapandi og svona, við fannst svolítið það var búið að hjálpa krökkum að læra tónlist, það var svona búið að leysa það vel og íþróttir var vel coverað, en svona eitthvað annað sumir krakkar vilja hvorki íþróttir en tónlist og hvað vega þau að vera að gera. Henta kóru. Já, nokkulega. Þannig að mér varst þetta mjög spennandi og hefði viljað að taka þetta lengra en svo bara var svo mikið að gera þegar maður byrjar að vinna á fullu og svona. Já, hvar byrjar að vinna á fullu eftir þetta? Já, svo nefnilega sá ég auglýsingu frá Nýsköpunarsjóði og það var Helga Valfell sem þá var búin að taka við sem framkvæmdastjóri og setti auglýsingu í blaðið og þar byrjaði ég í hálfu starfi sem bara hendaði mér mjög vel. Já. Og svo endaði ég fljótlega í fullu starfi því að það var líka svolítið svona, maður var eiginlega farin að vinna fullt starf á hálfum launum þannig að ekki alveg fer þannig að ég fór síðan bara í fullt starf þar. Já. Og það var rosa skemmtilegt og við vannum með góðu fólki sem hafi verið þar frá upphafi og ótrúlega svona bara mjög flott það sem að þeir voru búin að gera, þetta var náttúrulega allt kallar upphálega sko. Já, mikið, já. Sem að voru þá að leiða svona fjárfestingar og ákvarðanir þar, en líka bara svona að koma lærdóminum áfram til næstu kynslóðar. Það var alveg gott svona, það var búið að þeir sem að voru störfið hjá sjóðunum voru búin að rekast á ýmislegt og gott að fá að læra af því. Já. En þú talar að þetta hafi verið mestmægnir kallar á þessum tíma. Hvernig var að vera kona komin í þetta umhverfi? Sko ég nefnilega, fyrir mig var það í rauninni ekki þannig. Af því að bæði Helga Valfells og svo var líka hún Svana sem núna hjá Frumtaki, voru komnar inn í umhverfi. Það voru komnar inn. Þannig að ég held að þú ert til að spyrja bara Helgu af því. Hvernig var að vera svona, ég held að það hafi verið alveg sérstakt sko. En reyndar í þessum bransa þá áttaði maður sér fljótt á því að það var rosalega mikið af karlkyni og maður var svona þegar maður fór til dæmis frá landinu og á ráðstefnur og þá var bara veggur af svörtum jakkafötum sko. Og maður var alveg þurft að vennast í og svo breytist þetta heilmikið þannig að þetta búið að breytast mjög mikið núna en ég held að við höfum breyst miklu hraðar hérna á Íslandi. Já, þetta bara jákvæð þróun. Já, bara fínt sko, það gott að hafa jafnvægi í þessu. Hvað svona verkefni sem þú varst að vinna þannig hjá Nýsköpunarsjóði? Ég var fjárfestingastjóri og sem þýtti bara að við vorum bara að leita nýjum fjárfestingatækifærum og svo að bara leiða fjárfestingaferlið og svo að vinna með fyrirtækjunum. Já. Þetta bara setjast í stjórn og þannig ég held ég að vera komin í einhverjar 5-6 stjórnir hjá Nýsköpunarsjóði á þessum tíma.
Já, hvað það sem voru að leitast eftir á þessum tíma, voru að leitast eftir bara þá innlendum verkefni eða innlendum frumkvölum sem voru að gera eitthvað nýtt? Algjörlega, allt svona tækni samt, við vorum mikið að horfa á hugbúnað. Það var samt verið að fjárfesta líka í svona life science verkefnum en ég var kannski mest að horfa á mitt hugbúnað og svona kannski svona vörudrifin fyrirtæki og það var einmitt rosa gott að hafa össur að reynsluna, hafa verið að vinna á markanum, verið að vinna með söludeildum og verið product manager og vinna svona með verðlagningar og svona strækidýr, vörustrækidýr, fyrirgeð slettið. Einmitt svona vöru þróun. Hvaða svona verkefni voru að leitast eftir þegar kemur að hugbúnaðinum? Já, við voru til dæmis, mér varst þú að gaman að fjárfesta í MedEye eða Mint Solutions. Þau voru að búa til nýja lausn fyrir heilbrigðisgeran eða fyrir spítala og það var þá lausn til að hjálpa þeim sem að gefa sjúklingum lyf að hafa þau svona á réttum tíma, rétt lyf á réttan sjúkling og loka svona lúpunni sko. Og þau höfðu farið á lært hjá MIT, svona frumkvölafræði og voru búin að vera að vinna á markanum, höfðu verið að vinna við að selja hugbúnað til spítala. Þannig að við vorum svolítið að leita eftir þannig teimum, svo vorum við flotta vöru, jafnvel með patent eða svona eitthvað djúpa tækni og voru líka með smá reynslu af því að selja. Það er svolítið mikilvægt að kunna það. Eitthvað svona nýtt og eitthvað sem að skapa verðmæti og breyti markan. Já, þannig að þú ert í rauninni að verða mögulega, verða ríkur í framtíðinni á því að búa eitthvað til from scratch. Já, skapa verðmæti. Já, skapa verðmæti. En hvernig voru það að finna þessi verkefni? Voru þið með svona íventað viðburði? Já, sko, við vorum náttúrulega bara að taka þátt í, það var komið ýmislegt í gang á Íslandi, það var hétt KLAK og svo var það sem er núna Icelandic Startups, þetta var allt byrjað og það var Arion banki, fór síðan fljótlega að styrkja Startup Reykjavík sem var síðan Supernova og það var svona komið ýmislegt í gang sem var bara mjög gott og við heldum því bara áfram, svo heldum við líka alls konar með fyrirlestra í mann eftir að fengið sölustjóra frá Össuri að tala við fyrirtækin og svona tengja svolítið við þannig að reynsluna tengja við atvinnulífi sem var búið að vera í gangi undan. Og svo kannski kíkja þess hvað var að gerast í háskólunum og svoleiðisverkefni. Þannig að... Einmitt. Og svo hættur þannig að var ekki hvað 2016? Já, 2000 og í rauninni 17. Í byrjun árs þá ákvað við að það væri komin tími á að stofna bara sjóð og það var í rauninni sko... Það var ekki búið að bæta neinum sjóðum eða peningum inn í nýsköpunarsjóði langan tíma og það var samt búið að vinna þarna fullt af svona útgöngum eða exitum, það sem hafði verið fjárfest í fyrir kannski löngu síðan, en líka eitthvað sem við höfðum fjárfest í sem teimi, þannig eftir að ég byrjaði, hafði verið selt, þannig fyrir svo sem sjóðurinn hafi einhverja peninga til að fjárfesta, en þetta var náttúrulega svona aðeins annar strúktur. Nýsköpunarsjóður var svona, það heitir secret sjóður. Þannig að hann var ekki svona, eins og við kallum í dag, svona lokaður sjóður með ákveðin tíma. Núna, flesti sjóðir eru þannig að þú ert með kannski 10 til 12 ára sjóð og þú fjárfestir á kannski fyrstu 5 árunum, svo þarfst að vinna með fyrirtækjunum og svo skilar öllu fyrir lok 10 til 12 ára. Já, ert að leita exiti, setni helmingin. Einmitt, og þetta er rosalega svona ákveðið system, þú veist, það er ákveðið kerfi til að umbuna ef það gengur vel og það er svona að þú færð ákveðin pening til þess að reka sjóðin þannig að þú getur gert það vel af því að þú vilt náttúrulega geta ráðið gott heimi og verið faglegur í öllum verkefnum. Þannig að þetta var svona kannski það sem var standardinn og okkur langaði svolítið bara að fara inn í það umhverfi. Þannig að við ákváðum og okkur fannst líka að vanta á Íslandi svona snem fjármagn í svona seed fjármagn. Já, svona seed og pre-seed. Já, þannig að við vildum endilega bara vinna að því, að koma því í gang. Já, einmitt. Hvernig var svona ferli við það að fara sjálfur að stað og stofna eitthvað ein sjóð? Það var bara rosa skemmtilegt. Við þrjár sem stofnuðum þetta, Helga og Jenny, við erum allar svona frumkvölar í eðlu okkar líka sko og komum svolítið úr svona umhverfi það sem að foreldrar okkar ákvöld fyrirtæki sjálf og maður svona hafi skilning á því. Þannig að
okkur fannst þetta bara mjög spennandi og gaman að selja. Þetta svona þegar við svona teimi safnar í sjóð, þá þetta okkar sala, sko. Við erum að selja til þá lífeyrissjóða eða svona fjölskyldu fyrirtækja. Já, af hverju þetta láta eitthvað fá pening til að stjórna? Já, af hverju treystiðir okkur. Já, einmitt. Og hvernig gekk það svona í upphafi þegar þið farið þarna 3 ára stað 2017? Sko, það gekk nú bara, ég myndi bara að segja framar vonum. Það tók ekkert langan tíma að klára þetta. Við lónsuðum síðan hann mitt sumar sama ár. Já. Og þetta bara gekk útrúlega vel, sko. Og ég held að við náttúrulega vorum búin að fá tækifæri hjá Nýsköpunarsjóði til að læra svolítið, við byrjuðum á því að sjá margt sem hafði kannski verið farið miður. Nefni engin dæmi. Nei, einmitt. En maður var búin að sjá svona inn í rætunar á fyrirtæki sem voru kannski ekki að ganga vel og voru gerð ákveðin mistök við. Já. Og það er svolítið gott að fá að byrja því að sjá það áður en þú sjálfur byrja síðan með nýtt. Einmitt komið reynsluna. Já. Og svo vorum við líka búin að fá að selja fyrirtæki og það var mjög góð skóli líka. Og það voru seldaðna nokkuð fyrirtæki til dæmis erlendra tækni eða svona erlendra corporates eða stórfyrirtækja, erlendra stórfyrirtækja. Já. Og þannig að við vorum svolítið búin að upplifa það. Þannig að það var mjög skemmtilegt. Já, en hvernig var þetta fyrir einhver 3 ára? Þið settist bara niður og ákveði, þetta sjóðurinn sem við viljum setja upp og hvernig var svona myndað, þú veist, eins og sýnina í hvernig félögum eða fyrirtækjum þið vildu svo fjárfesta? Já, það var svolítið svona sem við þurftum að sýna fram á hvað við myndum síðan gera, sko. Já. Og í sjóði 2 fengum við European Investment Fund og hann vildi svolítið sjá það, sko, eftir fyrsta sjóðin, hvað við værum að fara að gera. Hann var ekki alveg tilbúin að koma í fyrsta sjóðin hjá okkur. Nei. Því þá vorum við ekki kannski búin að sýna fram á hvað við vildum gera, sko. Já. En við vorum svona með frekar skýra myndum að vera í hugbúnaði og vera náttúrulega svona útflutningsfyrirtæki sem vilja verða risastór. Já. Og svona tæknilegt, já, og auðvitað vorum við líka að horfa á, sko, við vorum samt ekki endilega markvist að selja það í upphafi að við vildum fjárfesta í jöfnu kynjahlutfalli, en auðvitað vildum við það var bara svona hluti af okkar DNA, sko. Þannig að við föttuðum ekki einu svona tala það í byrjun, sko. En það kannski gerðist miklu meira hjá okkur heldur en kannski mörgum öðrum. Já, og þannig að við vildum bara svona taka þátt í þessu, að því það var svo mikið að verða til í tækninni, fullt af fyrirtækjum að verða til og af hverju ekki við eins og einhver annar. Já, einmitt. Þannig að þið farið annars stað, byrjun 2017 og eru komið búin að fjármagna sjóðan mitt ár, einhverju 6 mánuði. Já. Manstu hvað við tókum marga fundi til að byrja með? Sko, þetta náttúrulega, við erum svolítið heppin inn á Íslandi að hafa lífeyrissjóðuna sem að þekkja þennan eignaflokk, því voru aðeins búin að kynnast honum áður en þeir hittu okkur. Því að það var búið að setja þarna peninga í brunn og frumtak síðan og eyri. Þannig að þeir voru svolítið byrjar að fylgjast með þessum eignaflokki. Og já, frumtak náttúrulega var líka komin í gang sem var í rauninni stofnaður upphaflega af Nýsköpunarsjóði og fleiri lífeyrissjóðum. Og þannig að það var svona komin umræði gang og þekking. Þeir vissu hvað það var. Já. Og hún bara að verða ennþá betri, það tekur tíma að byggja þennan eignaflokk. Já, einmitt. Og þetta þannig að þeir voru komin svolítið að stað. Já, þannig að þetta voru lífeyrissjóðanir sem voru staðstir sem tóku þátt hjá okkur í byrjun. Svo líka nokkri svona einstaklingar og það var rosa gaman einmitt þegar fyrsti einstaklingurinn sagði bara já, ég ætla að setja, og það var einstaklingur. Já. Og það var bara ótrúlega góður leikur. Einmitt. Þá svona fekk maður, já, kannski getum við gert þetta. Þannig að við fórum bara svolítið að stað, sko. Er þetta ekki almálega að fá fyrsta til að segja já? Jú, það er svolítið það. Og svona, það var kannski, svo var fyrsta lífeyrissjóðin líka til að segja já. Já. Og þá fór þetta að rúlla. Já. En það þarf nefnilega einhver að hafa smá kjark til þess að segja já. Já, einmitt. Og það svona stundu þarf alltaf að finna þennan fyrsta. Það sama með fyrirtækin, þegar þau eru að reyna að fá fjármagn, þá þurfa þau alltaf að finna einhvern sem svona þorir að segja já. Já, einmitt. Þá vilja henni koma með. Og þá eru margir sem eru tilbúinir að koma með, kannski. Já, einmitt. En þeir eru samt vinna mjög faglega lífeyrissjóðanir og þeir eru, þú veist, þetta er orðið mjög bara flott hjá þeim. Þeir eru að greina þetta vel og svona spyrja mann vel út úr og vilja hafa,
hvað segir maður, corporate governance og góðum standard og fá góður upplýsingar og þeir fylgjast vel með okkur, þannig að það engin vitleysa í gangi. Nei, einmitt. En fyrir þá sem eru kannski að hlusta á þetta viðtal núna langar sem að vita, hvernig raunverulegt ferli í raunin á þessum tímapunkti eins og að fá náttúrulega bara lífeyrissjóð til að fjárfesta í ykkur er náttúrulega svolítið stór skref. Þurfti þið þá að kynna fyrir þeim eins og miklar áætlanir og annað svona fram í tíma nákvæmlega hvað þið ætluðu að gera? Já, það var algjörlega þannig og við vorum með svona ákveðna fjárfestinga áætlun, bara svona ímynduð fyrirtæki sem við myndum fjárfesti í og það maður býr til svona, við kallum þetta pitch deck eða kynningu og þar það tekið á ákveðnum hlutum. Það er náttúrulega teimið svolítið mikið mál að útskýra hvernig það hverjir eru að fara að taka þessi áhættu, þetta er mjög mikið langtíma verkefni að stofna svona sjóð. Í hvers skipti sem við opnum nýjan sjóð að þá erum við að fara í 12 ára vegferð. Þannig að þetta er meira commitment heldur en að gifta sig, Þú bakkar ekkit út af þessu. Maður bakkar ekkit út af þessu og maður að þetta algjör lífstíl, líka. Já, og svo fer maður í gegnum til dæmis bara hvað ætlar að vera að skoða, hvað við kallum þetta, það er leiðilegt orð kannski en við notum ekki orðið deal flow, bara fyrirtæki sem við erum að skoða. Hvaða fyrirtæki eru við með á radarnum okkar. Og þannig að við sýndum svona fram að við höfum áhuga á þessum fyrirtækjum og þessi fyrirtæki eru til dæmis á radarnum okkar. Og síðan það maður að bara sýna vinnubröðun, hvernig maður vinnur, hvaða terms eru á sjóðunum og það er svona ýmislegt. Svo þegar við fórum kannski og fengum European Investment Fund í sjóði 2, þá var þetta alveg, þeir eru fjárfestar í 700 sjóðum eins og okkar. Og þá fóru þeir ennþá dýpra í þetta, Þannig að þá þurftum við að sýna fram og voru bara ekki ennum nálar, algjörlega, og það var svo gott og við fengum, þá þurftum við að hugsa svona hlutina jafnvel ennþá lengra, Það lærir maður ekki rosalega mikið af því. Jú. Og við hugsaum líka að við viljum að fyrirtækin sem við erum að fjárfesta í tali bara við fjárfesta út allan heim og akkur ættum við ekki að gera það líka. Einmitt, ekki vera bara bundið við Ísland. Já, af því það maður græði svo mikið á þessu af því núna erum við erum borin saman við sjóði í Evrópu út af þessu. Þannig að það er rosa gott að stækka aðeins svona. Já, engin ástæði til að binda sig eitthvað í landamærin. Nei, og það er líka svo alþjóðlegt. Tækni geirin svo alþjóðlegur. Já, en hvernig var þannig að þeir sem sagt eru 3 þegar þeir farið á stað og eru þið þá alla 3 í stjórn félagsins þegar sjóður eins og fer að leita af fjárfestingar tækifærum? Já, við erum 3 svona jafnir meðeigendur og þetta er svona byggt eins og svona partnership og lögfræðistofu eða þannig. Þannig að við rekum þetta saman og við ákveðum í rauninni allt saman og við erum svona 3 höfða skrimsli þegar við erum búin að ráða teimi þá þarf að svona, svolítið svona flókið að vera með svona partnership struktúr fyrir eitthvað stundum undirmenn eða fyrir starfsmenn og en við reynum að gera okkar besta í að vera skýra með það en þannig að ákvarðanir eru svona, við viljum vera sammála fjárfestinga ákvarðanir. Sér samstig í því. Já. Og svona helst ekki að það sé ég sagði þetta hafi verið vond ákvörðun. Við viljum ekki hafa neina svona I told you so í fremtíðinni. Einmitt, vinna þetta sem teimi. Já, vinna þetta sem teimi og frekar bara, við viljum geta virkilega stúderað og spurt erfiðra spurninga og gagnrýnt og hafa þannig góða og djúpa vinnu. Einmitt. Og við erum núna komið með flott heimi sem að vinna þá vinnu með okkur. Já, ef við förum aðeins að 2017 þegar þeir eru sem sagt búin að fjármagna sjóðinn. Full fjármagna sjóðinn, var það ekki eitthvað í kringum 4 milljarðar heildar sem nú frekar góð stærð. Fín stærð, Og hvað var fyrsta fjárfestingi sem að þið ákveðu að gera eftir það? Fyrsta fjárfestingin var Travelate sem að lokaði. Já, það var fyrsta. Þannig að það er ýmislegt sem gerist í þessum gera og það var kannski ýmislegt, þetta var svona ferðaþjónustu fyrirtæki, ég veit ekki hvort mannstu eftir þessu fyrirtæki? Nei, minni samt eitthvað nafnið smá Já, og þeir voru að raunin að hjálpa þá í rauninni bara neytendum að búa til svona travel
hvað sem segir maður, bara hugmyndir já, að ferðaplön. Ætennir eða ferðaplön eða eitthvað svoleiðis? Já, svona ferðaplön eða svona hugmyndir og það var ýmislegt sem gerði, ég veit ekki hvort ég að fara nánar út í það sko, en það var allavega bara góðu skóli og það var alveg ýmislegt sem var gert þar og ég held að þetta var líka COVID-tíminn þannig að þetta það er ýmislegt sem hefur áhrif stundum við maður ekki mjög heppin með tímasetningu og svo leys. Já, og það er náttúrulega bara partur að þessu, ég meina þið er ekki 100% í öllum ákvæðum sem þið takið. Alls ekki. Það er alveg klart. Nákvæmlega. Og það koma líka örgulega mismunandi sögur að af hverju eitthvað fyrir úrskeiðis en maður reynir samt alltaf að taka eitthvað með sér og læra af þessum mistökum og svona. Mistökum, þetta er bara lærdómur. Þetta er bara og við engar áhugjur af mistökum, sko. Við gerum mistök og þeir sem er að stofna fyrirtæki gera stundum mistök, maður kannski þarf að vera fljótur að læra og svona skilja við sig og bara halda áfram. Já, aðlagast. Einmitt, hvað í fyrsta sjónu, hvað fjárfestuð í mörgum fyrirtækjum? Fjárfestum í 15 fyrirtækjum. 15 fyrirtækjum. Margt að ganga vel, sko. Sérstaklega í leikjageranum og erum við nokkrum mjög góðum fyrirtækjum þar sem er að vaksa vel. Já. Ótrúlega skemmtilegt. Bæði 1939 Games og Aldin og Mainframe er bara öll að ganga mjög vel. Já. Og þetta er kemur manni, við ætluðum ekki að fjárfesta í leikjum af því að það var alls ekki það sem var í fyrstu kynningunum okkar til fjárfesta, en svo voru teymir bara mjög öflug og þau voru rosa vel tengd alþjóðlega og bara þetta voru svona teymir sem höfðu lært rosa margt til dæmis hjá CCP og voru komin með svona business tengingar við heim sem hjálpar mjög mikið þegar maður er að reka svona fyrirtæki. Já. Þannig að þetta er svona mestmægnis í fyrsta sjónu svona leikjafyrirtæki. Ekki bara leikir, við vorum í Garden og svo sem var íslenski stofnendur sem voru reyndar í Berlín staðsettir og þeir voru með svona DevTool og það var selt núna á síðasta ári til svona stórfyrirtækis Incredibilt. Og svo vorum við og erum í Dream Data, það var fyrsta danska fjárfestingin okkar. Núna erum við alveg í 7 fyrirtækjum í Danmörku. Já, í Danmörku. Og það gengur mjög vel og þeir eru með svona tækni til að vera betri í að selja B2B lausnir. Já. Og það var mjög gott heimi, ég veit ekki hvort maður þetta er danska fyrirtækinu Trustpilot. Já. Til að til að gefa einhvernir svona fyrir. Svona svipa eins og TripAdvisor samt aðeins svona öðruvísi. Já, þeir eru að gefa alls konar rating fyrir þjónustu. Já, svona bókunum síður og annað. Já. Og þeir voru að vinna þar og stofnuðu svo þetta fyrirtæki og það gengur mjög vel og hvað meira margt sem er að ganga vel, svo erum við Avó líka sem er ákveðin tækni svona fyrir til að búa til bara vörur. Já, en það er væntanlega komið á seinni hálfleiki núna í fyrsta sjónum þannig að þið eru að leitast eftir exitum eða losa ykkur. Já, við erum alveg að vinna að því og það er hægt að vinna líka smá skipulega að því sko. Það býður ekkit bara eftir því að það gerist gerist þetta sem bara þetta gerist en það er hægt að gera ýmislegt, það er hægt að ná öllum saman þannig að allir séu svona lænaðir og séu með sömu hugmyndir þetta og svo er hægt að tala við sölu eða þá sem er að vinna við að selja svona fyrirtæki, fá upplýsingar hjá þeim markaðs aðstæður og það er hægt að tengja sig við stórfyrirtæki út í heimi sem að geti mögulega haft áhuga á að kaupa fyrirtæki. Þannig að við erum að gera ýmislegt svoleiðis. En maður getur svo sem ekki stýrt hver kaupir fyrirtæki og endan. Ekki öllu. Nei. En hvernig er líftíminn á fyrsta sjónu, hvað var það 10 eða 12 ár? Hann er núna 10 + 2. Já, sem sagt alltaf 12 ár. Já. Ok. Og það þarf í rauninni þessi 10 til 12 ár. Þessi 2 auka. Já. Það er alveg og það er meiri sælt í einhverja tölur sem sína það að það er ótt svona flottustu exit-in eru undir lokin á svona sjóðum. Já, einmitt. Ég meina hvað tók það Keresis langan tíma að vera það, ég held að það hafi verið 12 ár. Já, einmitt. Hvernig er svona að vera að vinna í seinni hálfleik versus það að vera að vinna í fyrri hálfleik að leita af tækifærum? Mjög góð spurninga því það er mjög ólíkt, það er rosalega það er sömuleyti auðvelt að vera fjárfesta þá bara
ertu sérstaklega hefur mikla trú á sjálfuðir reynslar hefur kannski kent manni að maður þarf alltaf að vera á tánum alltaf sko. En það er rosalega gaman að vera að hitta fyrirtækin og hitta þá sem er að stofna fyrirtæki og er að segja manni frá hvað þeir eru að gera og ótrúlega skemmtilegt að hitta alls konar fólk sem er að vinna í alls konar geirum og það er alveg mjög gefandi hluti alls konar hugmyndir og alls konar lausnir og það er frábært svo seinni hlutin er kannski meira stressandi og meira krefjandi þá svona verðum við að sýna hver við virkilega erum, getum við gert þetta og erum við að fara að skila þessu almennlega því að maður vill að rosa mikilvægt að við náum að láta þetta ganga upp og betur en það til þess að við höldum áfram þannig að núna þurfa sjóðir að sýna það að þeir geta að sé hægt að hagnast á þessari atvinnugrein Já, eru þið mjög skýr eins og í byrjun við stofnendur og aðra sem að eru að fjárfesta í að þið eru bara kannski að leita 5-10 ára stöðu og svo ætlið að fara út? Sko, já, við erum mjög skýr af því að við erum við meirins að setjum þetta svona inn í samkomulagið að við séum að fara að vinna að þessu en við viljum samt helst vinna saman að þessu þannig að við viljum ekki það væri svona næst besta lausnin að hætta að við myndum fara út bara ein og aðrir ekki með. Já, allir að vinna sameilu. Við viljum svolítið, ég held að bestu exitin er þegar fyrirtækið er selt í heild sinni. Já, ekki bara því að losa eitthvað stöðu. Já, þá er það svona kannski frekar, einhver svona varnarsigur eða þannig. Það getur alveg verið gott líka stundum. Já, en hvað gerist eins og ef að þið eru ennþá hlutafar í félag og kannski komin í þessi 12 ár? Hvað? Já, það verður svolítið svona vonandi bara náum við að klára þetta allt saman fyrir þann tíma, en ef ekki þá ímynda maður sér að það þurfa að finna einhverjar lausnir. Já, lausnir á því. Já, það eru til einhverjar lausnir, ég er ekki eins og búin að ekki búin að hugsa það langt? Jú, það er svona, ég er ekkit kannski að fara að tala um það hér, en þú veist, ég veit, ég held að það verði, finnum út úr því, þegar þar kemur ef þörf er á. Einmitt. Það fyrir rosa mikið eftir það. Já, en þá alveg, við erum komin núna 8 ár í sumar. Já, þannig að svona cirka 4 eftir. Já, þetta er stressandi. Já. En þegar þið eru að horfa á svona, þú veist, það kemur að frumkvölum og öðrum, maður hefur séð mikið, þú veist, bæði bara á netinu og annað þegar verið að pitcha hugmyndum. Hvað er það svona helsta sem er að leitast eftir? Þú veist, náttúrulega er að fjárfesta aðalega í fólkin sem baku hugmyndina, en það kemur svolítið af að pitchinu sjálfu, ég get ímynda mér að þú séð svolítið mikið af því. Já, sumir eru mjög góðir í að pitcha og bara hrífa með sér sko. Og aðrir eru svona meira hömbúl og gefa ekkert allt uppi í byrjun. Nei. Þannig að maður þarf svona, þú veist, passa líka þarna. Það er voða gaman að hrífast með, en þú veist, og svo stundum, þess vegna er þetta gott að þetta er svolítið langt ferli. Þetta er ekki bara spurning en eina fund, heldur þetta er svona dating tími og maður er svona að spjalla fram og tilbaka og sjá hvernig fólk svarar, hvernig, þú veist, fæ maður upplýsingarna sem maður biður er fólk pirrað að gefa mann upplýsingar og svo náttúrulega líka bara hefur fólk, þú veist, breiða þekkingu í teiminu samtals, er fólk með djúpa tækni þekkingu, getur það framkvæmt og búið til vöruna. Það er rosa gott að hafa það strax í byrjun og vera ekki að ætla bara að ráða í þá stöðu, heldur líka að geta gert eitthvað sjálfur til að byrja með. Já. Svo að hafa svona industry þekkingu eins og ég var að nefna áðan með leikjafyrirtækin, það er rosa gott að hafa það tengslanit í mismunandi atvinnugrein. Hafa einhvern bakur. Já. Og svo er svona vöru sín, ég nefni ofta þessa hluti, að vera virkilega með svona skýra sín hvaða vöru og vandamál þú ert að fara að leiða. Já. Og svo er þetta náttúrulega að kannski vera alltaf að besta nálgunina. Hvernig ætlar við að selja vöruna og hvaða taktík og strategiu ætlar að nota. Og það er að finna svolítið fyrir þessum áhuga. Og þetta er oft svona stundum vantar eitthvað kannski smá í teimið og þá er stundum hægt að laga það bara með ráðningum, en það er svo gott ef að teimið hefur alla þessa hluti í byrjun. Já. Og maður þurfi ekki að breyta of miklu og vera eitthvað svona gerðu þetta og gerðu hitt. Og svo skoðum við rosa mikið líka hvort að fyrirtæki sé með góða hluthafaskrá og það sé ekki búið að þinna of mikið út þegar við komum að stofnendurnar
af því að þetta svona langtíma vegferð og það þarf að vera pláss fyrir fjárfestana sem ef að fyrirtæki virkilega springur út, þá tekur það kannski margar fjárfestinga umferðir og það þarf að vera pláss fyrir alla sem koma í framtíðinni á töflunni. Já. Þannig að þetta svona ákveðin smá tækni við þetta. Stundum finnst fólki þegar það að byrja að stofna fyrirtæki að það sé svo lítils virði og það lætur einhvern fá risastóran hlut fyrir 2 milljónir króna eða eitthvað. Já. Og þá það svolítið að skjóta sig í fótinn. Já, og vill svo ekki sinna að þið ekki eins svona invested í því. Já, svo það ekki einu sinni það invested eða hefur kannski ekkert mikið fram að færa og stundum kemur einhver sem að ég bara hjálpa þér og gera svo mikið fyrir því og ég vil fá 20% og svo manneskjan ekki að gera neitt. Já, einmitt. Allir gangur að því. Þetta svona, já, þannig að maður þarf svolítið að kunna þetta og horfa og það til fullt af flottum gögnum það. Til dæmis indexsjóðurinn sem hann höfustöðar í London, evróskur sjóður og þeir eru með eitthvað sem heitir Rewarding Talent og það bara hægt að lesa bara allt þetta sko, hvernig maður á að gera þetta. Já, einmitt. Og auðvitað þetta svolítið svona bandarist take en ef við ætlum síðan að fá bandariska sjóði að fyrirtækjunum, þá kannski það maður að hugsa þetta svolítið þannig. Já, einmitt. Það var kannski ástæða okkur, þetta svona að það bara vinna þess að þetta virkar. Já. En eru þið með alveg svona hnýtt með að ferli hjá ykkur þegar þið hitti frumkvöla eða fyrirtæki sem þið hafa á að fjárfest í bara nákvæmlega á hvaða stigum þið takið þetta? Við erum svona, líður voða vel að fjárfesta í því sem kallast seedrand og þá kannski komið varan tilbúin að einhverju leiti og það komnar einhverja tekjur og fyrirtæki svona farið að rúla svolítið og þá kannski verið að setja 2 til 4 milljónir evra 300-500 milljónir króna og það alveg getur verið góðu staðar að koma inn. Við fórum svolítið mikið í ennþá fyrr þegar við vorum komið sjóð 2 af því að það var líka bara svolítið margt í gangi í tækninni á þessum tíma, það var brjálaða bóla þannig að þá fórum við svolítið framar í ferlið og það alltaf rosa skemmtilegt líka, þá þetta stundum bara ekki komið neitt nema bara hugmynd og kannski teimi, partur af teiminu og teimið þarf náttúrulega að vera svona nokkuð skýrt þannig að við erum svona á þessu bili, svo kannski þegar líður aðeins á fjárfestingatímabili þá gott kannski að fara jafnvel ennþá síðar að því út af þessum 12 árum sem við vorum að tala áðan að þá viltu kannski ekki vera nær exitum það sé komið aðeins meiri reynsla á fyrirtækið og það verður alltaf náttúrulega minn og minni áhætta eftir því sem þú fer lengra. Já, eru þið þá aðalega að koma með fjármagn að fyrirtækjunum eða eru þið eitthvað aðstofa við reksturinn eða setjast í stjórn félagsins eða eitthvað svo leis? Já, við náttúrulega komum með fjármagn og reynum að setja bara svona réttu upphæðina inn og fjárfestum oft við leiðum og erum með kannski öðrum minni fjárfestum eða við erum kannski að fara með svipuðum fjárfestum og við sjálf erum og skipta þá á milli okkar rándi og það getur verið mjög gott að vinna þannig og þá kannski maður líka með eitthvað sjóð í Evrópu eða Bandaríkjunum og þá líka saman og breykka tengslanetti og getur verið mjög gott finnst mér, góðu strúktur en við vinnum mjög náið með fyrirtækjunum og við erum alltaf í stjórn eða með svona observer sæti þá maður svona áheyrnar fulltrúi fá að fylgjast með fá maður að fylgjast með en við erum kannski meirinn bara að fylgjast með við erum virkilega svona stíga inn og vera svolítið svona fyrir til ef að þarf að kannski laga eitthvað eða hafa áhrif á eitthvað eitthvað kannski svona crisis management líka eða? Stundum og stundum erum við bara það ekki eins og crisis heldur bara við sjáum bara og allir sammála að gera eitthvað nákvæðin hlut kannski hjálpa til við að ráða nýjan sölustjóra og þá erum við með góða tengiliði sem hafa hjálpað okkur að ráða mjög flott fólk eins og bandarist fyrirtæki sem við erum að vinna með og mjög gott að það komin reynsla á það og svo erum við að vinna bara í að hjálpa fólki að setja upp góðar mælingar, þannig að við séum virkilega með puttan á púlsunum hvernig fyrirtækinu gengur og þar eru við svolítið, það getur oft verið gott að hafa sjóði sem eru í mörgum fyrirtækjum og þá hefur maður svona samanburð og svo ef maður hlusta á aðra sjóði og þeir eru að segja
hvernig hlutinni þurfa að vera til þess að þú getur reisað næsta ránd, við notum alltaf reisa næsta ránd eða safnað í næstu fjármögnun. Einmitt. Og við erum þá alltaf að gefa fyrirtækjunum tilbaka þessar upplýsingar, þannig að þegar við þurfum á ráðstefnu þá erum við svona að spurja svona og fá svona hugmyndir hvernig staðan að því að hún líka breytist stundum. Einu sinni var nóg að vera með 1 milljón í endurkvæmar tekjur en núna kannski það orðið meira 2. Þannig að hlutinir alltaf aðeins að breytast og svo fyrir kannski eftir í hvort þú sért með gervigreindar fyrirtæki eða eitthvað annað. Já, en þið eru þá eintalega að taka svolítið stórar stöður í þessum félögum sem að fjárfesti. Við erum alltaf með minnihluta. Minnihluta? Já, við tökum bara svona, við erum að taka kannski frá 15 til 25%. Já, ekki meira en það. Nei. Og svo hluta á samkomulega sem að við þá þessi sem að koma með peningin að borðinu. Já, það ekki hægt að þinna ykkur út nema þið hafið alltaf ákunnum að taka þátt í næsta reysi þá. Það alveg hægt að þinna mann út sko, við erum ekki með eitthvað svona þannig lausnir, það var kannski, það stundum einhverju svona hraðlar sem eru með það ekki mjög sniðugt, það auðvitað þinnist maður út en maður þá kannski bætir við í næsta rándi til þess að maður þinnist ekki út. Já, halda sinni stöðu. Já, ef það gengur vel þá vill maður gera það eða jafnvel bæta í. Já. Ekki það að við erum bara með mjög svona einfalt termsít, við erum ekki að biðja eitthvað svona óeðlilega hluti, við erum bara, þetta bara svona mjög standard. Já. Kannski það helsta sem að sjóðir eins og við biðja að við erum með svona preferred sér hluthafa klassa, þess að þýðir það að við áður en að fyrirtækið allt fær borgað út að fá þeir sem komið með peninga fyrirtækinu fyrst borgað út. Já. Og sumir finnst þetta, ég held að það finnist þetta öllum sanngjarnt af því þetta í rauninni basically þannig að þú stofnar fyrirtæki byggt á bara hard work sko og þú tekur inn 100 milljónir frá einhverjum sjóði, þá getur þú ekki bara farið á morgun og tekið út, þú átt kannski 80% af fyrirtækinu, 80 milljónir og við fengjum 20 tilbaka. Þú þarft fyrst að borga 100 tilbaka. Já. Þannig að þetta er alveg sanngjarnt. Og þú veist, mikilvægt, maður er náttúrulega fjárfesta peningum lífeyrissjóðana og mikilvægt að hafa svona þessar grunnreglur í lagi, sko. Já, einmitt. Ég get ímynda mér að það hefur kannski verið mikið fyrirtækjum sem að þið hafi fjárfest í að hugmyndum þar sem hafi verið eitthvað ákveðin sín í byrjun sem að breytir svo leið að fara að stað, bara eins og þú nefndir sjálf með eins og sjóðan ykkar. Já, eins og með leikjafyrirtækjum kannski. Já. Og við vorum búin að setja upp svona grunngildi alveg svona hvernig við fjárfestum, við viljum bara vera með best practice, við viljum ekki vera, gera eitthvað mjög íþyngjandi sem eitthvað út fyrir það, en við viljum hafa svona grunnhlutina í lagi. Já. Og þannig að við útskýrum þetta allt mjög vel fyrir fyrirtækinu sem við fjárfestum í. Já. Og þannig að þau skilji það vel. Við eyðum alveg góðum tíma í að fara í gegnum það. Já. Og það er alveg sniðugt ef maður ætlar að taka svona sjóð inn að maður sé aðeins búin að kynna sér málin. Já. Að því sumir fara í eitthvað svaka samningagýr og einmitt, ég get alveg ímynda með það. Og svo þeir bara berjast fyrir eitthvað sem er bara standard og það verður svona skrítið að vera berjast fyrir því. Já, einmitt. Að því við viljum líka bara síðan að við séum með sömu réttindi og aðri fjárfestar sem koma eftir okkur. Já. Við viljum ekki endilega þá að þeir séum bara með miklu betri réttindi. Einmitt. Þannig að sitja allir við saman borð. Já, og auðvitað eru allir við sama borð síðan með að byggja fyrirtæki, en það er samt aðeins ólíkt að vera stofnandi og vera að vinna í einu fyrirtæki 100% alltaf. Já. Og að vera fjárfestir. Það er ekki alveg hægt að setja algjörlega samingi þar á milli. Já, ég get ímynda mér að sé líka svolítið krefjandi að eiga við stofnendunar. Það er yfirleitt bara mjög ánægjulegt. Yfirleitt mjög ánægjulegt, já. En auðvitað getur það komið upp að stundum að það komi upp einhver svona mál sem að geta verið krefjandi. Og reynum að leysa úr þeim bara á fallega nátt. Já, en hvernig er eins og með í byrjun, þú veist, eins og maður veita mjög þekkt í þessum frumkvöla heima allir halda fyrirtæki sitt sé meira virði heldur en það er í raun og veru. Já, sumir með þess að halda stundum að það sé minna virði eins og ég var nefna á þann í byrjun, sko. Já. Ég held að það er það algengt? Ég held, það er, þú veist, ef maður er svona
með nýtt fyrirtæki og þú ert ekki með neina tekjur og með engar vörur og svo alltaf, já, þetta er 100 milljóna verði, það er pínu skrítið, sko, en það er það samt ef að þú ert búin að ákveða að fara að vinna í einhverju baki brotnu 24/7, að þá er það bara töluvert mikils virði, sko. Já. Að þetta er bara, já, þannig að, en svo kemur þetta náttúrulega og við ákveðum ekki verðið, við ákveðum verðið einu sinni þegar við komum inn, síðan þarf alltaf að láta nýjan sjóð leiða næsta ránd og þetta er mjög góð svona vinnuregla hjá sjóðum. Já. Þannig að, og það er það sem gerir svolítið krefjandi að fá svona sjóð eins okkar, að við komum inn, fjárfestum kannski 100 milljónum eða meira og svo vinnum við með fyrirtækinu. Svo eftir einhvern ákveðin tíma þegar peningarnir fara að verða búnir, þá þarf að fara aftur út og safna peningum. Já, einmitt. Og þá getur fyrirtæki bara ekki komið aftur til okkar, við þurfum meiri pening og þá þarf fyrirtæki að fara að leita út og finna nýja fjárfesta. Já. Og það er svo góð aðferð af því að það færðu alltaf nýjan aðila til þess að fara í gegnum allt saman. Já. Hvernig er fyrirtækin að ganga og sérstaklega þú getur fengið einhvern rosaflotta erlenda fjárfesta, þá er það mjög flott. Já. Koma önnur sjónarhorn og náttúrulega stækka líka bara tengslanettið eins og nefndir í byrjun að það getur í rauninni verið meira virði heldur en bara fjármagnið eitt og sér, sko. Og opna fleiri tækifæri. Og þá fáum við svolítið líka svona validation á að við gerðum góða fjárfestingu fyrst. Þannig að það var kannski eins og að gerist hjá Mainframe, það var mjög skemmtilegt sett að við byrjuðum á því að fjárfesta með norrænum sjóðum sem eru líka svona seed-sjóðir eins og við. Það er Maki og Samuli sem er hjá Sisu Game sem fjárfestir í leikjum og hann er mjög hrifinn af Íslandi, kemur alltaf hingað og skoðar öll leikjafyrirtækin og skrifar á servéttu öll fyrirtækin hérna og svo sendir hann það á LinkedIn og hann er alltaf með algjört yfirlit yfir allt sem er að gerast í leikjum hérna. Já. Og við fórum saman hann inn og síðan kom Andrísson Hóravits sem er mjög frægur fjárfestir í Bandaríkjunum sem leiti næsta ránd. Já. Það er svolítið svona gaman þegar þetta spilast út svona, sko. Svona gæðastimpill fyrir þá sem er í verkefni. Einmitt. Já, einmitt. En hvernig eru þið svona eins og í byrjun þegar það er að koma að verkefni bara einhver svona startupi, hvernig er það að verða með þetta? Já, þetta er sko, þetta er ekkert rosalega mikið flókið, sko. Nei. Þetta eru svona, maður þarf að huga bara einmitt að þessari kapptöflu og hvernig hún þróast. Já. Og svo er þetta mismunandi geirar, þú veist, að þú ert í svakalega djúpri tækni þá kannski gerist þetta aðeins öðruvísi heldur en að þú ert í svona hugbúnaða geira sem að hlutinni geta gerst hraðar. Já. Og auðvitað, þú veist, við vorum mikið að vinna alls konar svona discounted cash flow analýsur og núna kannski finnst mér við horfa meira bara á hvernig, þú veist, hvernig heilbrigðið er út. Já. Og þetta er auðvitað svolítið svona prísít er ákveðið verðmat kannski 5 til 10 milljónir og seed getur verið svona 6 til 15 og svo sveiflast þetta. Það tala dollara eða evrur? Ég er að tala dollara eða evrur. Já, ekki íslenska krónur. Ef þú þekki mikið þá hugsa ég bara í dollarum. Ég er stundum að stríða mér hérna samstarfskonum mér út af því. Já, hugsa allt í dollar. Alltaf dollara, sko. Ef ég segi miljón þá er alltaf dollari, sko. Já. Ég gleyma að segja það. En já, þannig að þetta er svona rammi. Já. En svo kannski innan þess að þá er það svolítið svona hversu mikið langar mann að fjárfesta í þessu, hversu mikil eftirspurn er. Svo það maður að líka vera svolítið svona tilbúin til að labba í burtu. Að sleppa. Já. Og við erum alveg búin að vera svolítið að gera það. Já. Þegar hlutinni fara og verða bara allt og dýrir og þá gengur í rauninni starfæðarinn ekki upp. Já. Þú veist, þú verður að hugsa að þetta mun allt ganga upp síðan að fyrirtækið, gera svona exit. Það er alltaf að koma núna. Gera svona exit greiningu. Hvað er þetta að selja þetta fyrirtæki á mikið? Þið gerið alltaf svoleiðist þegar þið farið inn í fjárfestingar. Já. Maður þarf alltaf að hugsa það. Og þá getur maður að reikna sér tilbaka. Já, einmitt. En þið fáðu aldrei neitt svona FOMO, fear of missing out kannski, missa einhverju tækifæri sem getur verið stórt. Það er bara rosalega stór hluti af starfinu að fá það. Já. Það maður alveg sérstaklega fyrst á að bara, það var hrikalega erfitt, sko.
Svo höfum maður fengið brjálað FOMO og svo hefur fyrirtæki gengið rosa vel og svo bara ekki gengið vel. Nei, einmitt. Maður búin að læra það líka, sko. Já. Þó maður hefur fengið rosalegt FOMO, það hefur ekki endir alltaf verið, þú veist, það sem var best. Nei. Alltaf búin að vera í þessu síðan 2017 þá var væntanlega séð alveg einhver fyrirtæki sem hafa þegar ákveða fjárfest ekki sem hefur gengið vel. Einmitt, og við höfum stundum sleppt einhver út af því að kannski, eins og ég var að tala áðan, að við gátum ekki verið með þessa grunn best practice nálgun og þá höfum stundum sleppt því að fjárfesta eða verðmatið allt og margir eldast við tækifærið og verðmatið bara fyrir upp úr öllu, það bara við bara, jafnvel þótt að gangi æðislega, það myndi ekki vera góð fjárfesting. Og mikil eftirspurn. Já. Þannig að það þetta allt skiptir máli og þetta er að spila mikið inn í. Já, og þegar náttúrulega væntanlega kannski séð aðalega sem eru mjög góði kannski að pizza eða kynna sig og svo eru kannski töluna sem að make ekki sens. Einmitt, þannig að maður skoðar þessa hluti og þá svo þarf þetta svolítið líka, þú þarfst að vera að byggja svona ákveðna tegund af fyrirtæki. Þannig að stundum fólk alveg, ég er að fara að gera þetta og svo ætlum við að vaksa 20% á ári og það er bara ekki nógu gott. Þá ertu bara að fara að leita að annari tegund af fjárfestum. Já. Þú þarft að, þessum fyrstu árum, þú þarft að kannski að þrefalda þig fyrstu 2-3 árin og svo tvöfalda þig að minnstakosti, sko. Já, þið vilja alvöru vöxt hratt. Já, en auðvitað gengur það ekki alltaf, sko. Nei, einmitt. Og núna er allt alveg brjálaði gervigreindinni, sko. Það er bara miklu meiri vöxtur. Já, miklu meiri vöxtur en var áætla. Já. Þannig að maður bara, ok. En eru þið með einhver svona ávöxtuna kröfur sjálf? Já, við vorum alltaf að nota 60%. Það er mikil ávöxtuna krafa á það sem mun síðan ganga vel. Já, það er náttúrulega stór líka áhætta hjá okkur að því að þeir að fjárfesta svona snemma í ferlinu. Þannig að sumt gengur ekki upp og þá þarf hitt að halda öllu uppi, sko, það sem gengur. Já. Einmitt. En þið farið 3 ára staðana með fyrsta sjóðin árið 2017 og er núna búin að safna í annan sjóð sem er 11,5 milljarður eitthvað svo leys. Hann var 90 milljónir evra og var held í 14 milljarðar á þeim tíma, ég veit ekki hvernig það er núna. Nei, einmitt. Hann var alveg mjög stór og við getum fjárfest í rauninni alla Evrópu en við erum samt lofum að fjárfesta á Norðurlöndum. Já. Það er svona okkar tengslanett og við erum búin að byggja mjög gott tengslanett í Danmörku og Finnlandi. Já. Aðeins kannski minna í Svíþjóð og Nóri en svo getum við líka alveg verið að skoða Baltics og þetta er við náttúrulega virka á Íslandi. Já, einmitt. Það er nóg að gera á Íslandi, eða ekki? Það er alltaf nóg að gera, sko. Já. En það er samt, sko, Ísland er náttúrulega ekki risastórt land. Nei. Og við erum fá. Já. Þannig að, þú veist, eins og sem dæmi hvað við erum að skoða, þá eru kannski 60 fyrirtæki á Íslandi sem við erum að skoða á ári. Já. En við erum að skoða 1500 fyrirtæki. Já, vá. Þannig að það er svakalegt magn. Já, þannig að við erum að prósessera svona, auðvitað fyrir við mistjúft í þetta. Já. En við erum að prósessera alveg 1500 fyrirtæki. Já, og dílflóið þá væntanlega orðið mjög gott í dag. Já, það er bara auðvitað svona, og svo kannski maður ekki bara, situr ekki bara og býður eftir eitthvað komi. Nei. Heldur maður er líka að eltast við kannski fyrirtæki og já, alltaf með augun opin. Já. Þannig að þetta er svolítið breyttir tímar. Já, en þeir eru ekki ennþá bara 3 ár í dag. Nei. Þeir eru orðin fleiri. Við erum orðin mjög fleiri, sko. Og við erum sem sagt með rosa, Aron, hann er staddur út í Danmörku. Já. Og er býr þar. Svo erum við Hrafnkell sem er lögfræðingur, hann er út í Svíþjóð og svo erum við með Ingu sem er hér á Íslandi og hún er svona platform manager, hún er að styðja við fyrirtækin og veita þeim ýmsa svona, hvað segir maður, svona stuðning frá Króperi og svo erum við með Stellu og hún er svona gagnamistarinn okkar og Svenja, hún er principal og hún er líka í svona fjárfestingateiminu á svona Aroni. Já. Og svo erum við líka með þarna núna 3 svona venture partnera. Tim McCarthy býr út í Bandaríkjunum og er með góða reynslu í að selja heilbrigðistækni lausnir. Og hann er svona að vinna með okkur bara svona í hlutastarfi. Já. Styðja við þá heilbrigðistækni fyrirtækin okkar. Já, ok. En hvað er að vera svona eins og principal?
Þetta í rauninni þess svolítið þetta sem að í rauninni að vera eins og þegar þú byrjar að vinna hjá svona sjóði þá ertu kannski analisti, svo verður associate og svo principal og svo mögulega getur orðið partner. Já, einmitt. Þannig ein leið til að vaksa innan svona sjóðs. Já. Og það þetta að fylgjast vel með því svona á LinkedIn og sjá svona hvernig fólk að þróast í starfi. Einmitt. En hvernig svona eins og staðan þín í dag? Hver þú helst að leita eftir? Þú mest bara að skoða ný tækifæri eða skoða exit? Já, við erum að skoða bæði ný tækifæri og svo erum við að vinna að því að bara vinna með fyrirtækjunum. Já. Og sjá til þess að þau bara haldi áfram að vaksa og dafna og svona huga af exitum þar sem að það rétt. Já. Og svo horfum við líka á bara mögulega næsti sjóður, það gæti farið að gerast einhver tíman á næstunni, þannig að þetta svona, já. Þetta alltaf svona, maður með alla þessa hluti og svo við náttúrulega með, viðskiptavinur okkar eru náttúrulega lífeyrissjóðirnir og það alveg ýmislegt sem það þarf að gera til að bara sinna því vel, að láta það hafa réttu upplýsingarnar og við hittum það reglulega og segjum með hvernig staðan og svona. Þetta strangt svona eftirlit. Já. Eða aðhald í rauninni sem gott fyrir alla. Já, heilbrigt og gott aðhald, alveg svo við viljum að við getum átt góð samskipti við fyrirtækin sem við fjárfestum í. Já. Þá viljum við mjög gjarnan bara gera allt fyrir okkar fjárfesta í sjóðunum okkar. Já, þetta bara samstarf. Já. Ég átti eftir að nefna hann 2 venturepartnera í viðbót, en það Svana og Kári og þau eru bæði að vinna hjá svona big tech og eru búin að vera að vinna með okkur líka í hlutastarfi. Já, einmitt. Hvað myndur þú segja svona í gegnum allt þetta ferli að vera búin að núna safna í 2 sjóði og vera búin að, svo segja við skoða eitthvað 1500 fyrirtæki á ári, sem rosalega mikið og komin út fyrir landsteinna, hafi verið svona staðisti lærdóminn hjá þér? Það var svona horfið tilbaka. Já, ég held kannski bara að maður aldrei búin að læra nóg og maður veit þannig séð óskuplítið. Þetta bara þannig geiri, hann alltaf að breytast svo mikið og maður þarf alltaf að vera á tánum. Já. Þannig að ég held að maður þarf svo kannski líka það sem maður getur lært stundum að líka treysta á innsæið og maður má ekki gleyma því að það alveg gott að hafa reynsluna og svona byggja á því. Já. Og maður þarf stundum að muna eftir því. Þannig að ég held að það sé alveg góðu skóli. Treysta sjálfu þér. Já, maður svona treysta stundum á innsæði líka sko. Svo bara heimurinn að breytast svo rosalega og það kannski líka það sem maður hefur lært það alltaf eitthvað stórt að gerast. Já. Það var hrunið þegar ég var að vinna fyrir Össur út í Kína, svo búið að koma COVID og þá voru við einmitt að reisa sjóð 2. Já. Og við náðum því samt þó að það væri COVID. Hvað voruð þið lengi að reisa sjóð númer 2? Það var mikið verið svona ég bara manna það ekki 12 mánuði eða eitthvað svolítið. Já. Við enduðum á því að fara til Luxemburgar að hitta European Investment Fund og það var enginn að fljúga á þessum tíma. Já. Við vorum með alveg grímur og skjöld og rosalega og við okkur búið að koma og við vorum svo hrættum að þið myndi segja að við mættum ekki koma, að við fórum bara strax út og þó að væri einhverjar, ég meina ekki 10 dagar í fundin eða eitthvað. Létu ekki stoppa ykkur? Nei, bara við erum komnar, þið geta ekki senda okkur eftir heim. Að því svo manni stuttu eftir að við vorum búin að vera og þá bara, nei það má enginn koma. Það afturlokað allt, þannig að það var í miðju COVID-tímabilinu sko. En það gekk á náðist á endanum sko. Þannig að það bara að þetta rosalega svakalega löngu vegferð. Já. Og maður þarf að halda líka bara upp í andanum og passa sig að vera svolítið bara í góðu formi. Já. Og svona hlúa líka alveg að sjálfum sér til lengri tíma. Já. Ég held að það svona líka svona ákveðin lærdómur núna. Einmitt. Það alveg hægt að keyra sig í kafi í þessu starfi sko. Já, ég trúi því. Þetta skoða svo mikið að tækifærum. Já. Allt svo spennandi. Og svo vill maður hjálpa svo mikið og gera svo mikið og svo maður verður svona velja að hafna það sem maður getur. En nú erum við líka með svo flott teymi að það eru fleiri sem geta hjálpað. Einmitt. Og við erum einmitt svona að vinna þá vinnu núna vel að teymið kemur svona fyrr að og getur svona virkilega stutt við. Já, byggja upp gott stuðningsnett. Já. Einmitt. Ertu með eitthvað svona dæmum, eitthvað svona skemmtilega fjárfestingar sem að þið hafi gert annarkort í byrjun eða nýverið sem að mátt tala um? Já,
það bara rosa skemmtilegt að fylgjast með 1939 Games. Já. Þeir eru að þróa annan cards sem að leikur svona digital card game. Já. Og mikill sköpunarkraftur þar. Gummi og Ívar eru bræður og Ívar er svona með business hausinn og Gummi er svona skapandi. Já. Og þeir og svo voru við með Ara sem var líka mjög mikill svona, hvað segir maður, hann var svona tækni maðurinn, forritarinn. Já, og svona við kynntust þeim fyrst, þá vorum við að vinna vorum við í sama húsnæði og sáum við alveg að hann alltaf mættur klukkan 8 stundulur. Þannig að það er bara gaman að fylgjast með því fyrirtæki og það er búið að fara sem sagt vaksa rosa vel núna og það er rosa skemmtilegt að það fyrirtæki að vaksa. Já, einmitt. Þannig að þetta er eitt fyrirtæki, svo er búið að vera mjög gaman að vinna með Dream Data líka og þannig að það er danskt fyrirtæki og mjög gott við réðum mjög flottan sölustjóra þar inn. Já. Og bara, gaman að sjá þegar fyrirtæki getur virkilega haldið áfram að vaksa og þetta eru til dæmis 2 dæmi sem eru skemmtileg. Já. Snerpa Power líka að gera flotta hluti, Digital Energy, 2 konur sem eru rafmagnsverkfræðingar. Já. Íris og Eyrún og þær eru að gera mjög spennandi hluti. Hvað hafið fjárfest í mörgum félögum í þessum báðum sjóðum? Talar 15 í fyrri og... Já, og þetta er komið upp í 31 fyrirtæki. Já, það er alveg slatti. Já. Mikið af fólki hana bakvið. Já, og það er rosa skemmtilegt að við erum líka svona að tengja þetta fólk saman, þannig að þau geti hjálpast að og við höldum svona, hvað segir maður, svona fyrirlestra eða svona umræðufundi með portfólíunni og það er oft bara online að því að svo margir út allt. Já. Og til dæmis kannski B2B SaaS, sölu eða product management eða pricing eða svona mismunandi verkefni. Já, nýta reynsluna þarna á milli. Já, og deila á milli, sko. Einmitt. Og svo erum við líka bjóðum fólki, stofnendunum til Íslands annað hvert ár og höldum svona aðeins svona stærri ráðstefnu, förum eitthvað út á land og gerum eitthvað spennandi. Já. Fórum í Kellingafjöll og þá komum með okkur María Ellingsen, leikona. Já. Og hún var mikið að hjálpa öllum bara, að segja mitt söguna, að tala að vera góður í að pizza og góður í að segja söguna. Já. Og það var rosa gaman að fá hana, hún var svona alltaf að stökkva inn með einhverjum kennslu efni. Ég trúi að það sé svolítið svona sérstætt umhverf að vera í kringu svona marga frumkvölaða stofnendur. Já, þetta er rosalega mikið að yndislega fólki sem við erum að vinna með. Já. Og það gerir mann mjög stoltan að svona, þegar maður með hittir alla og lítur svona yfir hópina, þetta er allt svona virkilega almennilegt fólk, sko. Já. Og þetta er svona sköpunarkrafturinn sem drífur fólk áfram. Auðvitað er að fólk ekkert á móti því að ná að búa til peningaverðmæti en það er líka rosa gaman bara að vera á vegferðinni. Já. Og maður finnur rosa mikið fyrir því, sko. Já. Og það er óbúslega mikið sem fer ef að áhugin fer. Já. Þá hefur maður sem fjárfesti bara ekkert í höndunum. Þá er allt farið. Já, þá er allt farið, sko. Ef að stofnendur missa áhugan eða þannig að það er rosalega gaman hvað þetta er. Auðvitað er þetta örgulega mismunandi eftir fólki, sko, eftir sjóðum, hvernig fyrirtækið þau velja að fjárfesta í. Já. En við erum allavega mjög ánægð með fyrirtækið sem við erum fjárfest í. Auðvitað gengur sumt ekkit upp og þá er líka bara að ganga vel frá ef það gengur ekki upp. Einmitt. Og no hard feeling, sko. Já, það er bara partur að þessu. Já. Einmitt. En hvað myndir þú ráðleggja þeim frumkvölum sem eru kannski að leitast eftir og ætla að fara að sækja fjármagn? Hvernig er ætti að bera sig að? Og hver væri svona fyrstu skrefin, bæði upp á pitchið og hvernig sjóðið er ætti að hafa samband við? Já, það er alveg fullt af góðum ráðum til og í fyrsta lagi þá þarftu að búa til ná með þér einhverju fólki sem eru ekki eins og þú. Nei. Heldur eru með eitthvað sem þú hefur ekki. Já. Eins og ég nefndi áðan þetta með að vera kannski svona business savvy með góða business þekkingu. Einmitt. Eða vera með sterka vöru sín og skilja vandamálið og svolítið vel. Já. Eða geta búið eitthvað til. Finna þetta fólk með þér. Já. Og það er rosa sniðugt að vera ekki að horfa bara í vinahópin eða fjölskyldu. Það er rauninni svolítið svona þegar við hittum
hjón eða þú veist, eða mikla vini sem voru allir saman kannski verkfræðinni eða eitthvað á sama tíma, að þú veist, það ekki endilega bestu teimin, sko. Nei. Getur alveg gengið, en það ekki endilega besta, og þá held ég sé bara að finna fólk sem að getur unnið vel saman, stundum þetta fyrirverandi vinnufélagar, að því að fólk kann að vinna saman. Einmitt. Og getur farið í gegnum erfiða hluti og getur svona gagnrýnt hvort annað og allt það, sko. Þannig að, já, síðan þarf að það sem að kannski númer svona 2 mikilvægt að gera að vera ekki bara í litlu búblunni sinni á Íslandi, heldur að horfa svona strax á alþjóðamarkaðinn og skoða hvað búið að gerast á í þessari atvinnugrein sem þú stefnir á að stofna fyrirtæki í og hvað nýtt búið að vera að gerast, hvernig fyrirtæki að ná fjármagni, í hverju eru sjóðir að fjárfesta í og það svo mikið til á upplýsingum sem hægt að verða sér út Svo hægt að hlusta á, sko, lesa bækur eftir fræga fjárfesta og hlusta á podcast eftir fræga, eða með frægum fjárfestum og heyra svona hvernig umræðan og ekki það að maður áalveg að vera síðan með sitt teika á þetta, en maður þarf samt að skilja hvernig umræðan þannig að þegar maður fer síðan og safnar í sjóð þá getur maður notað þessi orð og svona og maður svona sýnir að maður hafi skilning. Þannig að það líka annað, og svo bara að tala við fólk sem að svo snemmi í ferlinu, tala við fólk sem hefur reynslu og hefur gert áhugaverða hluti, byggt upp svona fyrirtæki og það mjög oft þannig að bestu ráðin alveg ókeypis, það rosa mikið af fólki sem til í að gefa af sér og alveg til í að hitta í kaffi og taka spjall. Við erum til dæmis mjög opna fyrir því, þetta stundum dagatalið mjög fullt þá má bara reyna aftur það ekki endilega því að og eða bara hitta svona á einhver tíma sem að fólk hefur. Já, einmitt. En þannig að þú vilt meina svona fyrir þá frumkvöla sem að vilja kannski fara á stað eru kannski með einhverja hugmynd að það að byggja upp teimið og svo saman einhverju svona smá þekkingu og hugsa stórt og hafa svo samband við kannski svona sjóð eins og ykkur og mæta þá með eitthvað pitch-deck. Já, það þarf alltaf að búa til þetta pitch-deck og það bara gott að hafa það líka svona góð bara, þá ferði í gegnum alla hluti sem þú þarft að ræða, sko. Já. Einmitt. En eins og svona áætlanir og annað. Já, það sko, einu sinni var alltaf að þú að gera 100% viðskipta áætlun, það ekki endilega málið. Það ekki kennt í háskólanum? Jú, það svona, en það samt alveg gott að vera með gott módel og svona, og kannski það var ekki að vera mjög stórt, en þú veist, ef þú sýnir fram að þú allavega hafi skilning á svona hvernig þú ert að vaksa og til þess að þú getur síðan skilað áhustun til fjárfestana. Einmitt. Þannig að þú veist, þú þarft að ef þú ætlar að fara að fá pening frá svona fjárfestum eins og okkar vísisjóðum, þá þarftu að vera með case sem að virkar fyrir þá. Þannig að því svo fullt af öðrum fyrirtækjum sem geta verið mjög áhugaverð og fín fyrir kannski bara einn engil á Íslandi eða eitthvað þannig. Já, það að þekkja tegundina af fjárfestum. Já, þannig að það svolítið mikilvægt. Einmitt, og þekkja þá töluna líka náttúrulega í leiðin. Já, einmitt eins og ég verði að alltaf tala um þetta. Þrefalda, tvöfalda, eða eitthvað. Já, eru þið með einhver svona lámars upphæð sem að þið fjárfestið í eða? Við förum nú yfirleitt ekki, við höfum fjárfest í 200.000 evrur, sem eru þá kannski 40-50 miljónir eitthvað svoleiðis. En mjög oft þetta kannski svona 2-3 miljónir í heildar fjármögnun í síðrandi. En maður áður ekki að vera að taka meiri pening heldur en maður getur notað heldur en maður þarf. Já. Þannig að það svo gott að geta byrjað með minni upphæð og svona kannski sé til hvort að þetta gangi. Svo kannski ætlaði bæta líka við að byrja að þróa og byrja að kannski ef þú getur farið að prófa vöruna á markanum þá getur það verið mjög sterkulegur. Eitthvað svona MVP, most viable product fyrst. Já. Einmitt. Þannig að það getur verið mjög ekki bara stoppa á fjármagninu. Nei, ekki bara þegar ég búin að fá þennan pening þá ætla ég að ráða hérna teimi og gera allt, það svona bara byrjaði og kannski ráðið líka svolítið þú veist að láta fjárfestin finna það að þú ert að fara að gera þetta. Sama hvort að þessi fjárfestir stoppar við og setur peningi í það. Já, einmitt. Það bara að bíða eftir því. Og þá getur, og svo þetta svolítið svona listgrein að búa til, þess að tala um FOMO-ið áðan, Fear of Missing Out, að þetta alveg vissulega svona eitthvað sem að þarf að reyna að vera svolítið góður í.
og kannski ef maður ætlar að setja þetta bara niður í eitthvað svona praktist að þá rosa sniðugt að við ráðleggjum til þess fyrirtækinu sem við erum í að reyna svona að minnka tíman sem þú ert að fjármagna þig niður í kannski bara svona 3-4 vikur þannig að þú gerir allt tilbúið, þú listar upp alla fjárfestana sem þú ætlar að tala við þú fyrir að tengja við hvern þessi stjórnarmaður tengir við þennan þessi vinur minn tengir við þennan og svo leys og svo ertu búin að gera pitstekkið og svo ertu búin að gera svona stutt, við kallum það blurb eða hana, bara svona stutta lýsingu bara svona til að senda inn í e-mail og í rauninni hjálpar með þess að fjárfestunum ég stundum að skrifa e-maili þannig að þeir séu mjög fljótir að senda þetta út einmitt. Og það svona undirbúa allt og síðan bara nú erum við að fara að byrja að fundraisa og þá bara allt sett á fullt og dagatalið bara fyllt og svo byrjar að fá eftirfylgni og eitthvað og vonandi býta einhverjir á agnið og taka þetta lengra og endar í törmsíti en við leiðum þetta fyrir að dragast eitthvað svona rosalangt og þá bara missuru allt momentum einmitt. Það rosa þetta alveg ákveðin tækni líka sko það svolítið að keyra á þetta og vera góð sölumaður og fylgja öllu vel eftir og ef einhvern vantar þetta þá bara skila því ekki láta fólk bíða eftir upplýsingunum nei, vera að reyna að vera alltaf tilbúið með allt og vera á undan sko einmitt. Hvaðan svona rétt í lokin hvaðan kemur nafni Króberý? Sko þetta eru náttúrulega krækiber sem vaksa á norðurhveli jarðar það sem svolítið harðbýlt en þau eru mjög næringarík og góð og gefa mikinn kraft þannig að við vorum að þannig að við völdum þetta nafn á endanum en það var nú líka bara svolítið erfitt að finna lén sem virkaði þannig að svo fannst okkur þetta bara mjög skemmtilegt nafn og ef þú sér kannski logoð okkar þá það einmitt þarna Pac-Man að borða krækiber einmitt séð það mjög sætt sko nei, þetta bara skemmtilegt fólk man alveg eftir þessu sko og það man líka eftir því að við erum 3 konur að fjárfesta sem erum eigendur að þessu fyrirtæki og við heldum fyrst að það væri bara ekkert merkilegt sko og það væri bara mjög venjulegt en svo var fólk alveg bara þið eru 3 konur og þá þurftum við að fara að tala um það í tíma og tíma sko. Hvernig var það? Það var bara þegar við komum út með sjóð 1 og í rauninni sjóð 2 þá vorum við farin að tala meira um þetta þannig að við vorum ákveð fyrst þetta samt bara við erum bara, vorum 3 kollegar sem fórum að ákveðum að stofna sjóð og við erum aðalatrið bara að vinna vel saman og það sama bara, við vonum bara fyrirtæki sem að stofna, sem að verða til núna að fólk líka finnir bara bestu kollegana til að stofna fyrirtæki með einmitt saman hvort þessi konur eða kallar skiptir ekki máli það skiptir ekki máli og bara gott að hafa fjölbreytta þekkingu, það samt skiptir máli að þú sért að fá þú sért að fá eitthvað sem að kann eitthvað sem þú kannt ekki með þér að fá breytina og líka getur verið gott að hafa svona mismunandi menningu og þannig að maður þurfa að læra strax á það að það sé ekki allir bara einhvern veginn allir eins sama Nei, einmitt. Það ekkert skemmtilegt en hvað svona næstu verkefni á ykkur? Þú talar að þið væri mögulega að fara að safna í 3. sjóðin og náttúrulega eruð í 1. sjóðnum eins og við nefndum á hann að byrja að skoða exit og annað það bara að halda áfram og halda öllum boltum á gangandi eftir að fjárfesta svolítið úr sjóðu 2 líka og svo fylgja eftir þannig að þetta í rauninni komið svona í ákveðin ritma sko en svona ef að svona fyrirtæki halda áfram að þá alltaf að verða til sjóður á svona 4-5 ára fresti þá kemur nýr sjóður það er mjög algengur alltaf endun þannig að það er bara vonandi gengur það og svo erum við bara að vinna með fyrirtækjanum hjálpa þeim að vaksa og bara gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að hjálpa til og í sjóði 1 vonandi fara að koma einhver exit á næstu árum sem að skila sjóðunum margfald tilbaka En hvernig myndur þú segja svona frumkvöla umhverfið hérna á Íslandi sé núna? Það orðið alveg bara mjög fínt og bara bæði nóga fjárfestum til að fjárfesta í fyrirtækinum og það líka fínir og sterkir svona englafjárfestar sem geta hjálpa til við fyrstu skrefin
það orðið miklu meiri þekking, þú veist, fólk hefur byggt svona vörufyrirtæki og já, með gott tengslanett, það auðvelt að bara fara á ráðstefnur og læra enn meira, til dæmis bæði hérna í Danmörku og Finnlandi, Slush og Tech Barbecue, það líka ráðstefnur í Svíþjóð og svo náttúrulega Web Summit í Portugal og rosa margt í gangi sem maður getur lært og fengið feedback og það svo margt líka sem bara eins og þú ert að taka upp þetta podcast, svo margt sem hægt að komast í bara á Spotify eða YouTube til að læra bransan. Já, samna sér þekkingu. Já, það var ótrúlega held ég auðvelt að gera það ef maður hefur sansa á að sikt út. Svo líka alveg til hægt að fá svona léleg ráð. Já. Þannig að það er svolítið aðeins að reyna að sneiða fram hjá þeim. Þannig að vera kannski svona með eitthvað sanity check, einhvern sem sem hefur ákveðna skynsemi sem getur stundum bent manni á ef maður að fá kannski ekki góð ráð. Já, einmitt. Þú búin að nefna nokkur svona með Bandaríkin og svona að hugsa stærra. Ert þú með einhver svona fyrirmyndir af einhver svona fjárfestum sem að þú horfið til úti? Já, maður náttúrulega langar alltaf til að fá svona topp 10 fjárfesta í Bandaríkjunum og svo náttúrulega til allar mismunandi gerðir af fjárfestum þar líka sko, allt niður í bara kannski svona bara minna þekkta þannig að maður svona setur það á listan og byggir sambönd við þá og til dæmis Andrew Chen sem skrifaði bókina Cold Start Problem ég veit ekki hvort það lesið á bók en hún mjög flott hvernig þú kemur rauninni svona plattformi í gang eins og Uber og það að ná þessi í gang bæði með þarna að setja inn að bílanir fari að verða það sé nógu margir að keyra bíla í borgum, svo nógu margir sem vilja taka þessa bíla á leigu viðskiptavinir þannig að svo er þetta að koma þessari vél í gang og hann fjallar þetta í þessari bók hann til dæmis bara þegar hann kemur til Íslands þá hann til að hitta okkur og við þarna hann gaf okkur 20 árituð inntökabókinu daginn þannig að og svo náttúrulega bara rosa gott líka svona geta kynnt síðan fyrirtækin sem að leita fjármagni og sem passa þá inn hjá þeim kynnt þeim fyrir þessum aðilum þannig að við erum svolítið að vinna því að byggja upp þessi sambönd og svo eru alls konar góðu sjóðir líka sem eru minna þekktir en eru samt að vinna mjög góða vinnu og það til dæmis þá ef maður horfir á heilbrigðistæknina að þá getur verið gott að vinna með sjóður sem hafa þekking á heilbrigðistækni því hún aðeins öðruvísi það til dæmis reglugerði sem það þarf að uppfylla og svo leis þannig að það getur verið gott að vera með fólk sem hefur skilning á því og líka eins og í leikjunum ef við förum djúpt í leiki þá gott að vera með þá sem hafa reynslu að vera í leikjafyrirtækjum og bara við erum að byggja rosa gott samband við þá sjóði sem okkur finnst gott að vinna með og þetta byggir rosa mikið á einstaklingunum við erum með svona sumir bara maður er alltaf að læra eitthvað nýtt í hverju stjórn sem maður fer í og ef maður hittir nýja fjárfesta og svona þessi gerir þetta mjög vel ég ætla að nota þessa nálgun næst og svona býr maður til svona box af tólum sem maður getur notað einmitt það mjög gagnlegt maður er stöðugt að læra eitthvað nýtt og það að góða við að vinna mikið með erlendum sjóðum að maður stækkar tengslanettið og stækkar bóksið með verkfærakistunni fjölgar hlutum í verkfærakistunni og fær þá ennþá fleiri tækifæri og svo getur maður hringt í fólk og beðið þá að kíkja á eitthvað fyrirtæki sem maður í og að leita að fjármagni sem maður hjálpar mjög mikið einmitt. Ein spurning í lokin hjá okkur hvar sérðu sjálfað eftir 10 ár með öllu verkefni sem þú búin að vera að tala Já, ég held að ég verði áfram bara í þessum bransa og þetta verði allt orðið bara búið að springa út það verða til einhverjir einhyrningar sem hafa orðið til Finnst þér þetta jafn gaman í dag og þegar þú byrjaðir? Árið 2017 Sko, mér finnst þetta kannski jafnvel aðeins erfiðara þetta rosa, krefjandi verkefni og ég þarf alveg alveg hreinskilin og þarf ég alveg að hlúa svona að bara, að vera í góðu formi eins og ég var að segja áðan
Já, andlegri heilsu. Já, og maður þarf að passa það sko, þannig að ég er búin að vera svolítið duglega einmitt að hugsa það. Já. Þannig að, og maður þarf að, ef maður ekki í góðu formi þá mun maður ekki geta gert neitt sko. Já, sjá til þess að bara í góðu standi. Já, en svo ef maður líka bara, þetta það er svona pínu, þegar maður er lengi í svona bransa, það verður alltaf svona aðeins erfiðar að rífa mann með sér. Já. Þannig að maður verður svona, að það stundum alltaf meira og meira einhvern veginn til. Þannig að það getur verið smá galli, þess vegna er líka gott að vera með teymi sem að koma sterkt inn og tekur svolítið við því að vera hrífast af öllu sko. Já, það er náttúrulega líka hellingsábyrgð að vera fjárfesta svona náttúrulega háar upphæðir sem að þeir eru líka búin að safna. Já, þetta er rosa mikil ábyrgð og maður skynjar hana mjög mikið og svona vill skila þessu vel. Já, myndur segja að hafa alltaf verið draumurinn á þér eða stefnan að vera á þeim stað sem þú ert í dag? Ég var ekki, þegar ég var yngri vissi ég ekkert eins og þetta starf væri til sko, þannig að ég get ekki sagt það. Nei. En maður hefur alltaf verið í einhver svona ati, þannig að þetta hentaði mér mjög vel, þetta starf. Já. Og mér líður mjög vel í þessu starfi, ég hef alveg stundu farið að vilja gera eitthvað annað. Og nei, ég vil ekki gera neitt annað. Já, þetta er alltaf rosalegt álægið ímynda með sem að fylgir þessu. Já, þetta er bara svona, þetta er samt mjög skemmtilegt af því að maður er alltaf að bæða læra og maður er að sjá eitthvað vaks og dafna og maður það stundum horfast í augu við einhver mistök sem maður gerir og það er bara holdt. Já, það er bara partur af lífinu. Partur af lífinu, sko. Já, glæsilega. Er það eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin? Þú erum búin að fara yfir víðan völl. Já, bara þetta, hvetja fólk til að íhuga þetta, þennan vettvang að stofna nýtt fyrirtæki. Það er ótrúlega, og þarf ekki að vera, þegar maður býr í svona góðu samfélagi eins og Íslandi, vera mikil áhætta og það er hægt að fjármagna góðar hugmyndir og góð teymi og það getur verið mjög gaman til þess á meðan maður er að spá í einhverju hugmynd að bara gera þetta helgar og kvöldin og áður maður fer alveg af stað og það er að komast ótrúlega langt og svo það maður samt að taka skrefið og fara alla leið. Stökkva í djúpulögina á einhverju tímapunkti en þetta er bara rosalega spennandi fyrir fólk og hvet ykkur til að hugsa vel það þegar stofna fyrirtæki að hafa fjölbreytt heimi. Þetta er bara mjög góð lokaorð, bara takk aðeinslega fyrir komuna, búið að vera mjög gaman að fá þig og spjalla við. Takk sem leiðis. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki af næstu þáttum og farið inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loftið.